segja já núna? Með nýja intrónum. Með nýja intróunum? Já. Já, askoti flott intro ég að segja. Er það ekki? Já. Já. Það tekið upp á Kúksafengötu í Hafnarfirði. Já. Vissur að verði Kúksafengötu á Íslandi? Hafði nú eitthvað, þetta hringir bjöllum. Beitu, og er þetta þá stúdíó sem þar er starfrætt? Já, eiginlega. Heyrðu, ég gleymd að segja rétt. Ég var í Ísafjörðum daginn. Stúdíó Kúksaf. Ég er með uppdætt á Ísafjörði. Ok, komdu með. Ég fór heitti Dúa. Nei. Jú. Ég fór hérna, var að fara, ég var á Ísafjörði 10 dagann daginn. Já. Það hitti ég sem sagði, hitti bróðin á Já. á vagninum og hérna fór svona aðeins að spæli hver þessar plötubúður hefur verið. Já. Fór inn í hana plötubúðuna sem var á móti Bimbo hérna, gamla húsinu. Já. Sem setna var nú sportlaðan hérna setjum tíma. Já. Og svo sá ég þá bíll fyrir utan bíóið. Já. Og ég fór og bankaði. Já. Var engin hurðin var opin. Þannig ég ætti inn í Alþýðuhúsið. Já. Og sagði halló. Já. Það heyrði ég halló, lengst í burtu, þá var það Dúi. Já. Og ég hef aldrei hitt hann. Hefur aldrei hitt Nei, aldrei. Ég sagði bara, já, gott sæll, ég heiti Aðalbjörn og bla bla bla, gamla bakarið, bla bla bla. Já, og hann sagði, já, sæll að blessaður, ég veit nú hver þú ert. Já. Sonur minn er aðdáandi og hlusta mikið á Sólstafði og hitti þig í sumar. Ég sagði, já, það er rétt. Það ungur maður sem hitti mig og kveikti á perunni. Hann hitti svona hans á sátunni. Já. Allavega. Og ég stend inn í miði bíói, Alþýðuhúsi og segi, skrítið að koma inn. Ég hef ekki komið inn síðan 1985 þegar ég sá Neverending Story þegar ég var 8 ára. Veitu, hvað slags er þetta? Er ekki búin að vera með annan fótinn á Ísafirði? Aldrei farið í bíóið síðan 1985. Hæ? Nei. Ég hef bara alltaf verið annarkort á skíðum eða heima og að gera eitthvað annað. Ég hef bara ekki komið inn í Ísafjarðarbíó salinn síðan 1985. Ég hef reynt að fara í hvert skipti sem ég fer þarna sumri. Síðast man ég eftir dró föður minn með mér á Dunkirk. Já, þú ert meiri kvikmyndanörd en ég. En sko, ég hef lengi ætlað að fara. Já. Og svo ég fór bara á sáðunum frá því að ég rætti þig hérna og Ragnar Solberg og svona vinur mínum að það væri gaman að fyrir hljómsveit að geta komið og spila hérna. Já. Og ég baði hann að sína mig fekk að skoða sviðið. Já. Flott svið. Geggjað svið. Fullt af rusli. Já. Það er ekki notað. Nei. Svo kemur upp á svið og það er bara eins og stöðmennið verið að taka allt á hreinu þarna bara daginn áður. Það er bara svona ljós frá 82 eða eitthvað. Einmitt. Sko gular gardínur. Þetta er bara eins og með allt á hreinu hafa verið skotin að það. Já. Svo sagði ég, byrju, en krúsin? Já, lokaði mörg ár og flætt inn og allt. Maður fara að skoða. Hann segi að þú er að vera með vasaljós, það er ekki svona rafmagn þannig. Haltu kjafti. Þannig ég fór bara að labba einn inn, með þetta að vera ykkur í bíómynd með vasaljósið, símanum og labba einn niður í krúsina. Já. Það var bara eins og í Tjernobyl eitthvað. Það var bara þá rík síðan 88 og veggjónum. Gamla svartkvita myndir upp á vegg, gamla logoið, krúsin á barnum, bjórdælur, skamlir, svona outdated leðusófar, svona svolítið sem tekja halló í dag. Já. Það var geðvegt að koma inn. Já. Mér finnst það frábært. Já. Það er bara svona yfirgefin skemmtistaður. Já. En ég meina, í mínu ungdæmi, þá var krúsin ekki einu sinni, það var einmitt bara kjallar, það var ekkert innréttað þarna, Það var bara húsgögn og... Já, eða þú veist, það var kannski haldið eitthvað jólaballat í gamla daga. Ég hef aldrei komið hann inn. Nei, ég hef bara, það er stutt sér ég kom þann inn sem þetta var bara krúsin, Já. En hvað séru, það er allt bara ónýtt. Já, það lag, hann sagði að rafmagnstót og teppið ónýtt. Já, nema hvað sagði hann svo með... Hann sagði að halda tónleika í Alþýðuhúsinu, gamla bíóinu. Það er búið að taka helmingina stólanum á gólfinu. Nú. Það er ekki stólar alveg uppið, en það er helmingurinn af gólfstólunum og efrihæðin. Já. Þannig ef það eru tónleikar, þá er þið sett svið þar. Já. Ekki alveg jafn cool. Nei. Plan B. Hann sagði hann gerði þetta fyrir Rúnar Þór og okkur fleiri að leyfa að spila hana. Já. Það er svolítið síðan. Já. Ég sagði bara að skrýta þetta ég verið bara rekið eins og Græni hatturinn eða eitthvað, þó þetta sé minna bæjarfélaga. Já. Hann getur búið hljómsveitum að koma að spila hérna á Vestfjörðum. Já. Þetta er agalega flott hús. Já.
Þetta er byggt, Sigurjón, þetta er byggt 1925. Já, já. Sundhöll Reykjavíkur er 1937. Elsta starfandi kvikmyndahús á Já. landinu. 1925, það er rosalega langt síðan. Já. Þá er að byggja þetta. Já. Þetta skulle gera minna. Og líka sem ég sagði við hann, bara takk fyrir að vera ekki búin að eðalega þetta. Inni, þú kemur inn, það er innréttingar og litir og allt, þú veist. Það er ekki búið ykkur sérfræðingur á sunnan og svo, þú ætlaði að gera þetta allt bara beint í IKEA og kaupa allt nýtt. En býtu, ekki, það er ennþá þetta vesen að það er ekki hægt að lyfta upp tjaldinu. Hann vildi ekki meina það. Nú? Nei, ég var svolítið að fiska það. Já. Hann sagði bara að það væri alltaf mikið drasl upp á sviði, það var ekki pláss fyrir það. Já. Ég vissi að þú hefði sagt mér það, en Já. ég þóttist nú ekkert vita það neitt. Já. Ok, þannig að það næðist meiri dýft á sviði þó svo að það er framlenging, sko. Já, það væri miklu skemmtilega að spila á alveg sviðinu, það er þarna. Já. Auðvitað. Spennandi, já, ok, þannig að hann tók ekki illa í þetta eða? Nei, hann sagði þér erfiðar að gera það upp á sviði, það var auðvitað að gera það að setja palla fyrir saman, þá þarf þetta að mæta með eitthvað svið, smíða það. Já, það er vesen. Já, ég, Og náttúrulega færri sem komast að, þetta er kannski 100 manns, Já, en þú í veist, sætum. þetta er flotta svalir og öfriðin og allt maður. Ég veit það. Þetta er hægt. Ok. Þannig að mér fannst það gaman að fara og rannsaka þetta. Já. Heyrðu, en það einmitt þar kemur að viðfangsefni þáttarins. Já. Sem er hljómsveit sem á einmitt rætur sínar að rekja til Ísafjarðar á vissan hátt. Það er að segja að forsöngvari hljómsveitarinnar, helsti og svona forsprakki, hann er ættaður frá Ísafjarði. Fættir Ísfirðingur í húð og hár og situr hérna á móti mér. Blessaður, Sigurður. Blessaður, Aðalbjörn Tryggvason, velkomin í þáttinn. Já, takk fyrir, lengi búin að bíða eftir búðum sem búði. Já, ég við ætlum aðeins að ræða hérna hljómsveitina Sólstafir. Já. Sem að Ertu að fallbeða? Segir maður fallbeða? Já, maður ánáttúrulega að gera, hljómsveitina Sólstafi. Já, það er í lagi að segja, ef maður segir hljómsveitina á undan, hljómsveitina Sólstafir. Já, það er rétt. Skilurðu? Það er rétt. Að fallbeða það ekki, sko. Hamar er svona epli. Já. Það ekki? Jú, hamar er eins og epli, það er rétt. Það er ekki fallbeygt. Sólstafur er svo hestur. Nákvæmlega. Það ekki? Jú, einmitt, rétt hjá þér. Fast komið þér óvart hvað sem ég var klárað? Já, þetta var bara frábært, sko. Þetta var alveg... Ég kom sjálfum mér svolítið óvart. Já, komst aftan að mér. Heyrðu, nema hvað, að mér langaði að aðeins að ræða þetta mál. Að ræða hvernig þetta hefst allt saman. Það er best að byrja alltaf á byrjuninni og nú við bara samt förum yfir sviðið. Þetta er hljómsveit sem að er ein af þessum dálítið huldu leyndarmálum íslenskrar tónlistarsögu að vissu leyti. Og þetta er ein af þessum hljómsveitum sem eru stærri í útlöndum heldur en á Íslandi. Getum við ekki svona haldið því? Jú, má segja það. Þetta er svona leyni heimsfræg hljómsveit. Veit ekki alveg með það, allt í lagi. Já, en hún er svona þokkalega stór, svona, þetta er nafn í útlöndum. Já, í okkar heimi, já. Já, í svona þessum þungarokks heimi. Já, í okkar heimi, ekki Lollapalooza heimi eða Coachella heimi. Nei. En á svona austur-evróskum metalfestivalum. Já, bara evróskum, sko. Evróskum, já. Að þá er hljómsveitin Sólstafir bara svona þokkalega stórt nafn. Já, búin að spila öllum sem hátíðum. Sko, það er maður elst ekkert neginn uppi það að það er til Hróaskjálda. Já. Og svo fattar maður, það er líka til Glastonbury og Reading. Jú. Anna var ekki að minni
ratsjá sem táningur, Nei, ekki neitt, sko. Já. Svo í dag einhvern veginn eiga öll lönd sína hróaskjöldu já, og líka svona heavy metal festival. já, Það er Sweden Rock in Svíþjóð, Tons of Rock í Noregi, Helsingi Metal Fest eða eitthvað annað, Tuska Festival í Helsingi, já, Copenhagen í Danmörku, Þýskalandi með Wacken, Fraklandi með Hellfest, já. Pólandi með sitt. Það er allir komnir með sín, öll lönd í Evrópu eru með svona heavy metal festival. Og venjulega þá bara eitt stórt festival eða jafnvel fleiri? Mörg minni? stór, eins og í Finnlandi eru mörg Provinci Rock og Illusory Rock og Já, 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 svona sem eru svona svo hróaskjöldur, Glastonbury, Leeds, þessi festival. já, Svo er bara í öllum svo löndu núna svona metal festival. já, Og við svona, þetta er svona það, við fyrir svolítið inn í hróaskjöldu festivalin já. og líka mikið á metalfestivalin. Já, já, já. En þetta er pínu eins og hérna á Íslandi, við hefum svona kannski miniatúr útgáfa af þessu sem var uppáflega eistnaflug sem var þarna í Já. Neskustad. Já. Svo lagðist það niður. Og Sátan sprettur upp á því. Sátan hefur tekið við. Mhm. Og alltaf var Airwaves starf eftir á meðan. Já, Airwaves hefur verið það, já. Svona eitt og eitt band laumast þar inn. Er ekki metal svona. Nei, en þú veist það er sama, svo, við höfum spilað hróaskjöldu, Já. það er ekki metalhátíð. Nei. En þú veist, Já. Þungar rockhljónstir, með ákveðna velgengni, Já. þeim er hleypt inn á Já. tónlistarhátíðir. Já, svona almennar. Nú, ok, þannig að þetta er skemmtilegt. Það er hérna, og þess vegna vil ég bara byrja á byrjunni. Það sem er athyglisvert hérna líka er hvað er mikil elja sem hlýtur að þurfa til þess að halda út í svona hljómsveit svona lengi. Í 30 ár. Já. Já. Þetta er nú ekki allir sem afreka þetta. Nei, svo kom fram í síðasta þetta, þá var doktorinn hættur. Já, hann hætti til eftir dæmis í áratug? tónlist. Hann gafst upp. Já, Eftir eftir áratug, já. Þá segir hann, ég er hættur. Þið hættu eftir bara 6 ár, sko. Já, það er enda rétt. Við hættum eftir 6 ár. Og tímabil sem ég samdi ekkert, eða var ekkert að pæla í því, sko. Já, þetta einhvern veginn skrítið. Ég hef ekki... Þú er aldrei farið niður þann veg. Sólstafur ekki sem tekið sér frí í hálft ár, 30 ár. Sko, ok, byrjum þá á byrjunni. Þú hérna ert náttúrulega inspireraður af þessu sko black metal. Það er eitthvað sem breytist í lífiðinu þarna á ákveðnum tímapunkti. Já, og rétt á hann það, þú veist, þá bara, þegar maður er ungum maður í Reykjavík í Íslandi, þá alltaf er sko þetta dauðarokk. Já. Það er bara, það bara ratar í Seljaskóla. Já. Allir hlusta á dauðarokk. Já, 91 kannski. 91, já. Já, 91. Það er bara dauðarokk og svo bara mæta maður að porthátíðina 91. Já. Það er ekki til black metal per sé þarna. Nei. Til, en það er ekki, þú veist valla af því, sko. Já. Svo bara dauðarokk, það er, þú veist, 90-91. Hátíðin er sko... Porthátíðin er 3 ár. Já. Hún er 90, 91 og 2. Já. Og þá sérðu Sororset, vantarlega í fyrsta. Já, 90, 91 mæti ég og þá sé ég Sororset. Já. Og sjálfsfróun og fullt að meta strega skó og... Manst þú eftir því þegar Sororset kom fram 17. júní á Lækjargötu? Ég var þar og þá sá að taka Bjarnastæði beljunar. Einmitt. Já, ég var þar. Já, ég var þar líka. Já. Skemmtilegt. Það var maður þar, sko, og svo 92. Já. Það er í 15-16 ára. Já. Þá er porthátíðin, já, þá spilaði ég í hljómsveitinni minni þar. Já. Og það, þú veist, þá maður bara, þú varst þar, sáum í þig. Voru við að spila það? Nei, þú varst þar eitthvað að gaukast. Já. Þú varst náttúrulega, allir voru 14 ára, nema þú varst á 24 ára og 230 hæð, sko. Já. Það leyndi sér ekki. Já, þá hef ég sennilega verið að horfa á Sororset, eða ekki? Já, eitthvað þannig. Já.
það var spiluð, það var svona svona The Calling einhvern veginn komið, bakterían þá að spila tónleikum og svo bara ég búinn að spila tónleikum bara hver einasta ári síðan 1992 hugsa sér það já og þá sem sagt stofnar þú bara svona death metal hljómsveit já, svo var bara svona death metal 93 gerist í trommari já og prófa það og spila trommur í 1-2 ár já. og svo 94 ef maður svona farin að hlusta 3-4 farin að hlusta á black metal þá svona kemur það allt í einu maður fer í Pennan og Eymundsson og þá allt í einu bara svona Varg Vikernes já. bara að tala um að drepa og pissa á grafir og með hnífa þetta heillar strákin í Seljavíkurhraunu og svo kemur sko Varg Vikernes sín tíma gefur viðtal við norsku pressuna og þetta ratar inn í Árni Matt gerði það Árni Matt þýðir þetta viðtal og Morgunblaðið birtir í prentuð útgáfan af Morgunblaðinu birtir myndir af Varg Vikernes með hnífa og tala kirkjubrennur, játar kirkjubrennur við norska blaðamann já og maður les þetta og það bara what the fuck og svo bara það þarna byrjun 95 sem þá eru bara búin að stofna Sólstafi og förum í Fellahelli til Árna Gústafssonar hljóðmanns og nú tökum upp fyrsta demóð okkar sem heitir Í norðri þarna erum við að syngja á íslensku það hafði eiginlega engin metalsveit Dauðorki var alltaf á ensku In Memoriam átti eitt lag á íslensku allt Dauðorok var á ensku sjáu ykkur norðmenn eru farin að syngja á íslensku þetta er samt íslenska sko þannig við hugsaðum já, það er einhver norsk óafræg norsk hljómsveit sem tekur Krummi Svafi Klettagjá ég heldur þetta að sé þýsk hljómsveit sem er frekar hallarsleg já. en það er annað það er þýskt folkmetal ég get það ekki sko já, nei en okkur þótti þessi sveit Enslaved vera mjög cool þeir sungu lag eins og Vetranótt á íslensku já þeir voru þá að syngja gammelnorsk þeim fannst þeir nota gammelnorsk við stöðum, nei, þetta er íslenska þannig þá hugsaðu við, vá og svo bara fór ég bara bókasafnið og fann einhver ljóð eftir Hannes Pétursson og söng þau bara já þannig við vorum með lög eins og Í helli loka, Fenrisúlfur Stríðsguðinn já Í helli Polyphomersar og eftir Grím Thomsen Ásareiðin ok, þannig að þið sjáuð ykkur sem svona svar Íslands við black metalinu já og þetta var óplægður akkur black metal á Íslandi og það er kannski bara dálítið pitsið ykkar erlendis að þið séu sko mest dularfyllsta black metal hljómsveitin sem sko ekki bara kemur frá Íslandi heldur syngur allt á íslensku og allt er ólega já, þetta í dag hljómar syngur á fornnorsku já, þarna var, eitthvað sem heitir Viking metal það hafði aðra meir smerkingu 95 já. Í dag finnst fólk, já, þú hristir hausinn já, þetta er bara eitthvað túrista já, það er þannig 2006 kannski en 95 var það öðruvísi og við svolítið leipjölum okkur þá stund sem black Viking metal sem þó þetta var black metal tónlist með góða fræði subject í textagerð Fenrisúlfur af því að þú varst bara black metal þá söngstu bara Satan við vorum ekki til því sko nei við vorum ekki sem að texta voru ekkert að pæla í Satani bara yfir höfuð nei, ekkert svona mikið sko nei en það var gaman, það var vel skrifaður textar sem við bara notuðum eftir Hannes Pétursson já skáld já, fór bara inn í landsbókasafn eða þjóðbókluð og fekk lánað bækur og ljósritaði maður allt já, sniður og þetta var bara sungið sko já, ok og svo og þetta er sem sagt æfið í Fellahelli nei, æfum upp í Kleifaseli efrið henni bílskúlmanns pappa já það er öll þessu lög samin sko og farið og takið upp í Fellahelli já, fóruð bara á bjöllin hennar ömmu
við fengum ljósbá Volkswagen Bjalla Rut? Já, Já. það var gamli í 1717 Já. ljósblá Bjalla Já. sem að fór með yfir Fjallahelli Já. tóku þar upp demóið Já. í mæ 95 Já. og í mæ 95 sko dauðarokkið löngu dáið. Já. Þetta svona indie tímabilið í Reykjavík. Já. Þið eru farnir, Já. allt dauðarokkið farið og þetta indie Ekki skemmtilegu tími. Þetta indie tímabilið, þú veist, þetta Maus og Yucatan búin að vinna mústilunir þegar áður var þetta, þú veist, Tungarokk, Kolrasa, Maus, Yucatan og við erum farin að nálgast hardcore tímabilið sem þú veist, forverið mínusar og þetta Spitsæn og allt það. Já. Sem við erum þar, sko. Já. Maus, Spitsæn og við ætluðum aldrei að spila tónleikum. Það var hallarslegt. Já. Spila Black Metal og yrkja norska norræna goðafræði. Já. Ok. Það var ekki orðið púkó, sko. Nei, og þetta bara cool. Þetta ykkar sín. Já, algjörlega. Og það hendi í þessa plötu. Já, vorið. nú ertu að giska. Það ekki? Nei. Já, just, ok, við Nú ég að giska. Já. Ég komin á undan. Förum í Fjallahelli, tókum þetta demo Já, demo. og ég fyrir með þannig í Blindravinafélag. Já, býttu nú við. Blindra vinafélag. Hvernig ætlar að gera 100 kastur, Sigurjón? Já, vinna með, já. Þannig ég fæ masterinn, Já. datsbólu frá Adda í Fjallahelli. Já. Svo þegar ég gera ranns og svo fer ég alltaf neyri offset fjölföldun í skeifunni. Og ég er búin að hanna með ljórstunarvél og galabakarínu. Þegar var ég vinnaður páskana. Já. Fór í ljórstunarvélinu ömmu, hannaði flyer Já. með að stimpla og ljósta og vélrita og svona, kennaratíkjó. Svo fer ég offset fjölföldun neyri skeifu og ætla að fá 15.000 flyera. Ok. Það bara svona mörg svona búnt. Já. 10 cm búnt af flyerum. Já. Og svo fyrir ég með masterinn í Blindravinafélag sem er á sama stað við liðina á menntaskólanum í Hamralið. Já. Og sem hitti þar ennþá. þar Gísla Helgason, Já. klarnettleikara. Já. Og hann tekur við masternum. Já. Það var svona komíst að því, ég hef aldrei hitt þar svona, hann var þarna blindur. Já. Hitta blinda mann og hann var með mixer og allt, maður fattar þetta ekki. Nei. Þetta vissi hann alveg hvað hann að gera. Hann ætlaði ekki að sína mig hvað hann ætlaði að gera við þetta, svo bara tónefni hérna og hann er blindur á mixetum. Já. Og það er alltaf að vara fjölfölda kastur. Þannig við fáum 100 kastur úr Blindravinafélaginu. Já. Með hulsturum. Já. Og ég var búin að fá þá kastuhulstrið. Já. Þannig við gerum 100 kastur. Já. Hand numbered. Já. Og þetta ég er með post 12. Ég er með post 12 8892. Já. Í 128 Reykjavík í Ármúla. Já. Það var name of the game. Góð, það var svo gott að vera með post 12. Já, það var cool, sko. Já. Það er með post 12 og 15.000 flyera, 100 kastur í business. Já. Og svo bara förum við að selja demo. Já. Selja demo. Þú byrjar á að panta demo. Já. Það farið flyera með. Og svo sendur út þína flyera. Já. Svo þá ertu búin að koma 10-15.000 flyerum í dreifingu. Já. Við vorum allir að þessu 3 ljónstinni. Og þau búin að setja 15.000 flyera í umslög. Já. Þá fara pantanir að koma inn. Sko pantanir. Ok. Þá bara eitthvað gæi í Malasíu eða í Texas til að fá eitt demo frá Sólstöðum. Íslenskt black metal. Ok. Þannig að þið eru semst ekki að nota þetta, að því ég kalli þetta demo. Já. Þið eru þá ekki að nota þessar 100 kassettur til að senda á plötufyrirtæki? Já og nei. Af því að svo, þetta er í maí, tekið upp, kemur út í júní og við erum alltaf að semja lög. Og við förum sér aftur í Fjallahelli í desember 95. Já. Tökum upp 6 ný lög. Þá kemur tilboð frá Tékklandi til að gefa út MCD. MCD? Já. Býtu fyrirgefðu, hvað er það? Það var svo kallað MC, þetta er svo EP. Já, mini-CD. Við erum í 90s, vínillina dett út, CD ríðurækjum. Hérna, ræðuríkjum. Þannig að MCD var þá, það var eitthvað með skattadót. Já. Minni útgáfa, eitthvað, kostar minna. Singlar voru gefnir út af þetta? Já, en þetta er sko, þetta er í full size CD, það mátti bara vera 20 mínútur.
Þetta er rauninni EP. Já, Þetta er EP Ok. á CD-form, kallað MCD. ok. Og við gefum út sérst til Valhallar MCD EP-plötu í desember 96 í Tékklandi. Það var Já. mjög, og hann hafði ekki budgeti, hafði verið lit, hann var bara svartkvít, sko. Já, Þá var það low budget, ég fekk, já ennþá umslæði, pændiði. já, Fekk sent, sko, bara prent, ég þurfti að brjóta sjálfur upp sem fer í, sko, bakkan á CD. já. Það var ekki búið að brjóta það. Nei, Ég þurfti að brjóta það sjálfur. ok. Þannig að þetta fáið 500 diska frá Já. Tékklandi. Já. Og þetta er svona fyrsta alvöru útgáfan Já. til Valhallar, sko. Og er þessu dreift Evrópu? Sjá þeir ekki dreifingu, Jú, heldur? þeir dreifðu. Já, Og dreift frá frá Belgíu og Tékklandi. Og þetta er orðið rarity í dag, Já. 500 diskar. já, Þannig erum við svona svolítið farnir, sko, demóð er rauninni bara nost black metal, sko. Já. En hérna er aðeins, sko, komnir svona, við erum farnir að hlusta á Fields of the Nephilim hérna. já, ok. Halldór Einarsson, sem ég sagði frá daginn, hafði mist allt í brunanum sínum. Já. Hann kemur, Gítarleikari Sólstofa. bassaleikari svolítið, Bassa. fyrstaði bassaleikari. Fyrsti bassaleikari. Hann kemur frá Englandi einn daginn, búin að vera í Camden og kaupa plötur. Já. Og hann sagði að heita einhvern gæja einhverju búð og hann sagði að hann yrði að kaupa þessa plötu hérna. Halldór, já, nei. Verður að kaupa þetta. Já. Það var sérst Fields of the Nephilim. Já. Hann kynnir okkur fyrir því, sko. Já. Og þá erum við, svo veist, hlusta á gamalt döðurokk, lítið, nost og finnst black metal mikið. Já. Og þetta, þú veist, ég var með ekki í Cure og Joy Division, það var aðeins og poppað. Já. En Fields of the Nephilim, það var nógu dark. Sko, mér finnst eins og ég hafi heyrt í Fields of the Nephilim. Er þetta 80s hljómsveit? Já, spiluðu Town and Country Club 88. Já, ég held ég hafi heyrt fyrst í þeim svona... Stofnaði svona 85, 84. 85, sko. Ég held að ég hafi heyrt fyrst í þeim þá. Og þetta er svona goth, svona þannig séð, svona kúreka, eða svona... Já, next level. Já. Spaghetti Vestra. Spaghetti Vestra. Þeir eru basically að horfa á Sergio Leone myndirnar í stúdíónu. Já. Eins og fleiri hafa gert. Við gerðum þetta nú líka. Akkurat. Já. Ok, skemmtilegt. Þannig þetta er veröldun okkar, þú veist, Já. að spila black metal. Já. Ekki spila tónleikum. Ekki spilútónleikum. Nei, það var hallega slett. Ok, töff. Að því hljóstir svo Dark Throne og voru hættir því og Bursum gerði það aldrei, Mayhem voru ekki orðin touringband. Þannig þú veist, black metal in the mid-90s er ekki, sko, black metal er ekki touring product. Nei. Þetta er bara að taka myndir út í skógi, syngjum Satan. Já. En þið fóruð aldrei þangað að syngja neitt Satan, eða hvað? Nei, þú veist, okkur fannst nóga flott að syngja sko, norræna goðfræðina, sko. Já. Og við fórum svolítið að syngja sko, þar yfir í, sko, verðum út í kristni. Já. Þú veist, Ok. það var svona, hey, fuck this shit, sko. Já. Fórum svolítið mikið í það, sko, Já. sem er bara móti trúarbrögðum. Og það var svolítið svona rebel tengt því, sko. Og gerðum fræga bóli sem stendur Anti-Christian Icelandic Heathen Bastards. Úff. Þetta er bestseller, sko. Er það svo? Já. Ég var í Ástralíu 98 og það sá ég svona bólust og svona Australian and Antichrist. Já. Ég segi, þetta er geggjað. Australian and Antichrist. Já. Ef þú ert Ástralíu og segir þetta með ástralsku hreim, þá hljómar þetta geggjað. Ok. Þannig að mér datt þetta í huga að gera Anti-Christian Icelandic Heathen Bastards bóli. Þetta er svona Já. svolítið metal slókan Já. og við erum ennþá að selja þessi bóli. Já, það er bara þannig. En ok, sko, þarna er komin mínidiskur, hvað, 96. 96, já. Fyrir 30 árum síðan. Já. Og þetta er einhver teknisk útgáfa. Já. Og ekkert, engin spilamennska eða slíkt. Hvað þá næst fyrir þessa hljómsveit? Já, 97 flýtt ég til Noregs. Já. Ég En þú ert alltaf samt að hugsa, þú ert ennþá í Sólstóm. Já, ég var bara að fara til Noregs í 6 mánuði.
Hvað ætlar að gera þar? Ég fór í lýðháskóla. Folkehögskola. Folkehögskólinn og það er eitthvað sem segir mér að hluta því að þú hefur valið Noreg hafa eitthvað að gera með þessa black Nei, metal. reyndar ekki, sér Nei. það var bara þetta móðu minni. Að móðir? Mamma mín hafði nú verið í þessum sama skóla 1973. Yeah. Hún er bara að leiða son sína á okkur svona nýja brautir að þegar hún gekk ekki nógu vel í skólan. Og ég hefði fann að 96 er ég að vinna, þetta er í fiski sér sé Flames of Hell, bræður. Ég vinn í pósterinum Já. 1996. Já, Og sé þá, ég hef heyrt talað þá, að því Jói var búinn að selja okkur Hayatið. Jói Motorhead seldi okkur Hayat. Já. Og ég hef heyrt talað Flames of Hell, ég sá það þarna 96. Allavega, 97 þá fer ég í skólan og ég var bara til að fæta sér þá alla saman? Nei, bræðuna, Nikolai bræður. Ég sá í annar bara leðurstíful upp á hné, sítt svart hár, skipti hlíðar, svona mittis leðurjakki. Já. Svo lappar hann út í bílinn, það er hinn bróðurinn alveg eins í svartum ryðguðum Dodge Svan. Já, það er alveg stórmerkilegt sko. Yep. Ég sé þá fyrst, ég var búin að segja hvernig ég sé þá fyrst. Já, segðu mér það. Bíó, var í nýja bíó sem síðar var tunglið. Já. Kvikmyndin Crimes of Passion eftir Ken Russell. Stórmerkileg kvikmynd sko, Anthony Perkins og Kathleen Turner leika þarna aðalhlutverk og þetta er svona sko ég er þarna að kaupa með og ég sé þá þrjá, ég þekkti Jóa Mótor, vissi hver það var, ég þekkti hann ekki en ég vissi hann hafði verið í Ego. Hann hafði verið í Ego og hann var í en hvað þetta var skrýtt, merkilegi menn eða svona einhvern veginn þeir með þetta síða hár og svona og ég detektaði samt ekki einhvers konar metal vibe endilega, ekki maður Jói var náttúrulega í leðufötum og hann var Jói Motorhead sem var metaljónsett en það var eitthvað allt öðruvísi samt, það var ekki beint fyrir þá. Þetta er eitthvað okkvöld stöf. Þetta var eitthvað mjög spes og ég man að sko þeir sátu fyrir aftami í bíónu og þetta er mynd sem hefur svona erotískar skírskotanir ýmsar og og svona spyr ykkur svona móralskra spurninga með hjónaband og jari og og í lokmyndarinn þannig búinn þá standa þeir allir þarna myndir er búinn og Jói kallar að tjaldinu fuck you og reiður og meðan hinnir eru bara svona cool sko eins og þeir eru Nikolai bræðurnir sko. Það er mjög spes þetta er svona 86 Já, þetta er áður en að Flames of Hell platan kemur út sko. Já, Jói var þessi hljómsveit í svona 5 ár sko. Já, og mjög frústreraður vegna þess að þeir spiluðu aldrei og tóku langan tíma í að klára sitt. Herðu, Já, 97 þá sérst fer ég til Noregs og í skólan og það var alltaf bara ég fer út byrju janúar og svo voru búin að ákveða það að ég kem heim í páskafríinu og þá myndum við að æfa og við gerðum það, myndir bara erum að æfa, mann með sér eitthvað lögur að semja í páskafríinu 97 þarna er ég svolítið í Mekka black metalu, þarna er sko bara 3-4 ár síðan að kirkjubrennur og morð voru og Elm Street sem er black metal barinn Elm Street við Drottningagötu í Oslo Dronningsgata heiti þá í höfuðið á Nightmare on Elm Street myndunum þar fer maður og það er allar stjörnur black metal heimsins þar og ég sé þarna dimmuborgir þú veist, ég sagði þetta við Gísla daginn 97 hefði aldrei verið black metal tónleikar á Íslandi aldrei. Nei. Þannig hvað hefði ég átt að sjá black metal hljómsveit spila live þannig 97 næði dimmuborgum þá er að tala þurrís og aftur og bak og óperur í introvi og vindvélar og bara korpspaint og gaddálar og naglar og blóð og allt maður bara, ég tvítugur bara, what the fuck ég var bara eitthvað á Rosenberg og horfa á Sigurjón Skærings í Stálfélaginu þetta var svolítið langt frá því þannig maður er bara þar og svo kem ég heim og 97 þá bara höldum við áfram
Förum endar í Gný 97. Já. Ívar Bongo á tökunum, Já. svíkur okkur, segir, hann segir, ég kemst ekki á morgun, ég er að fara að túra með stöðmunum. Ah, Þannig að honum munum fyrirgefið, hann er vinur minn í dag. já. Við tökum með 3 lög. Tökum með lag sem heitir Bitch in Black til dæmis. Og byrju, Með hver þá- kemur þá í staðinn? Það, ég man það ekki, einhverjir strákar sem hefur verið að vinna þarna í Já. Gný. Já, já, já. Ennar held ég að verið nú bassalekarinn í Yucatan. Já, skiptir ekki máli. Ok. Þarna sko kemur einhvers konar já, ekki strax. Þarna erum við bara aftur. Gera demo, send út. Já. Gerum annað svona promo, demo. Senda þá út. Þarna er fætt að reyna við plötuferðegi. Já, þannig Já. að það er fara að reyna við það. Já. Reyna við plötuferðegi. Við erum að æfa bara og æfa 97, 98 komumst við í sambandi við plötuferðegi. Já. Í Þýskalandi. Ok. Sem heitir ARS Metalli. Já. Og við fáum samning Já. við ARS Metalli. Hann heitir það Christoph Doberstein. Og býtu, hvernig er samskiptamátin? Fax. Fax. Það er faxað. Og en símtöl þess að milli eða? Nei, ekki mikið. Það voru Samskiptin eru bara á faxi? af faxi. Ok. Ég fór þá bara notaði faxið í vinnunni út af flugvelli, ég var út af flugvelli. Ok. Fekk það bara að senda á kvöldin, faxa. Já, sniður. Og við var eftir á 12 tíma vöktum, ég gæti alltaf bara nota faxið í vinni. Já. Og já, og svo 98, já, byrjuð þessu og við fáum peninga og förum í Gný. Nei, í Núlist, Stúdíó Núlist. Núlist, fýttu nú við. Núlist, það þetta var Helgapósthúsið, Borgartún, Blátt hús, Já. undir tónu hafði verið þarna. Já. Á 4. hæðinni voru hljóðver. Það var Eyþór Messoforte var þarna og það var stúdíósett Núlist, það var Hörður Óttarsson, vinur minn, hann átti það, ásamt Jónsæði Sigurós og KK. Þeir áttu stúdíó saman. Já. Þetta er 98, Sigurós er að gera ágætisbyrjun. Já. Þeir eru ekki orðnir frægir enn, þeir eru að vinna þeir eru að klára ágætisbyrjun. Já. Og við förum þarna og ég fæ sko, ég man ekki hvað það var, 22.000, 44.000 þýsk mörk. Við erum alveg þar sko. Já. Ég fann faxið daginn. Og við fáum peninga og hörðu bara, ok, við erum bara að fara að taka blötu þetta og það er bara leikt auka ADA-tæki og við erum með 3 ADA-tæki og ADA-tækið teipið í daginn og það var brotist inn í stúdíói. Við höfum getað að skrifa bók þessa plötu. Það fór allt fucking úrskeiðis. Og degi 1. Og þið eru þannig með fyrirframgreiðslu frá þessu þýska fyrirtæki. Já, hann lét okkur fóta peningum. Þokkalegu peningur, já. Já, og okkur þótt bara mjög góð peningur. Og degi 1 erum við á tónleikum í menntaskólanum í Hamralið. Fyrir dag 1 og Gummi lendir í slagsmálum. Ekki að spila? Nei, bara fyllir í. Kannski að horfa á eitthvað annað, men ég man ekki. Gummi lendir í slagsmálum og handlegsbrýtur sig. Gummi er sem trommarinn. Já, þannig hann er sett handlegsbrotan á degi 1. Hann þarf að bíða smá því. Svo brotist inn í stúdíóið. Svo bránaði eitt mixer. Þú veist, það var endalaust vesinn, allavega. Þessi plata er, ég sagði þér frá því á 17-18 og kom út og var á leiðinni og þá hún er prentuð, held ég að verið prentuð í Austurríki. Setja-formið, þetta er allt setja. Já. Og það verið að shipa flutningabíllinn fyrir út af autobahn. Það er allt upplægið mölvast. Bara í einhvern skurði í Þýskalandi. What? Já, það er allt upplægið af plötunni mölvast út í skurði í Þýskalandi. Það var slys á autobahnum. Plötukofrið var svolítið skemmtilegt því við ákváðum að gera tungumálið var held ég á 40 tungumálum. Við skrifuðum allt handskrifað. Já. Og við fundum, platan heitir sko Í blóði og anda. Já. Og við skrifuðum þá 40 tungumálum. Í blóði og anda á grænlensku og kínversku, japansku og ég var farin að tala við skúringakonuna út á flugvelli og grænlendingin í banka og rússneska sendiráðinu Tungötu.
þegar hann Já. ég fór að sendir á þau og dinglaði bara hæ, blab, ég bjó hliðin á og það var bara svo rúski karamba atriði sko, hann að fá að fara rústenska sendir á þau Já. það er allar mikla tafir á svo plötu, hún kemur ekki út fyrir en 2002 Ha? það var bara 2 ára bið alls konar vissin og annað sem gerist þarna er það að fögsin fór að minnka fögs Já. þá til þau hættu, hann var búin að borga en allt svona hvernig kemur platan út, hvað er gerast það var bara svolítið svona góstaðir og svo fer ég út í Þýskaland 2000 og ég man það ekki 2002-2003 eða eitthvað Ég þú ert að segja það sko að það hefur verið gerður plötusamningur 90 og hvað? 8-9 8-9 já kom ekki út Platan tekin upp 99 99-2000 Já. setni part 99-2000 af því ég man 17. júní 2000 þá kemur járskjálfti á Íslandi eins og stæðsti í manna minnum Mann eftir já, ég sitt, þá kemur við fluttum inn söngvara frá Englandi sem heitir Kóla til að syngja eitt lag og í flugun minn og í sóttan Keflavíkur og fórum í stúdíóið og sem fórum við Austurvöll sátum á rassinum sátum á jörðinni á rassinum á Austurvölli það var svona fullt af loftnetum ofan á símabyggingunni Já. og bara maður sér þau öll bara dúa en við sátum á jörðinni Já. fundum alveg bara jarðskjálftann Ég man að ég var á Ingólfstorgi þegar þetta gerist og Hliðin- sá einmitt súlurnar bara Já. þarna erum við að taka fæsblötu Já. og svo já, svo fór að minka fögsunum og hérna, ég fer hérna með Sigga Punk og Matta í Forgari helvitis, ég er í Þýskalandi Búin að vera að bíða eftir já, þessari en platan er útgáfu. líklega komin út á en ég hafði aldrei heyrt okkur þessar senganir voru og allt það Já. það hitt ég vinans Kristoff sem saman að plötuverðagi Þú hafðir aldrei talað við Kristóf Nema bara faxtæki. Faxtæki Já. Ok hitti vinans, Jan Já. og hann horfir á mig svona við erum búin að fíblast í honum með alla íslenska fimmöra brandara þá horfir hann svona á mig Jan og segir Addi, I have something to tell you ég bara hvað nú Kristoff sem var gæðin plötuverðeginu Kristoff is about to become a woman ég er svona alveg þessi var góður maður Já. no, I'm serious he is about to become a woman now Já. his name is Julia Já. þá hafði sem sagt Kristoff vinur minn sem við faxaði við í mörg ár verið komin í þarna var þetta kallað kynskiptið að gera Já. þetta kallað hana í dag verið í þessari aðgerð í bóði Þýska ríkið með okkur fast svo skrítið þú heyrir þetta með meira í dag kannski þetta bara opinberara en okkur fannst þetta mjög skrítið og eða svona kannski ekki rétt orð jú, skrítið eða svona þetta var svona óvænt Já. óvæntir upplýsingar hvað þarna fattar alltaf ok, ef einstaklingur er gangi gegnum þetta þá er hann ekkert endilega bara með forganglistanum að senda fax til okkar Nei. þannig plötufyrirtæki fer undir Fer á hausinn já, og rétt eftir að bíllinn er farið út af og hann er búin að byrja sér konu og heitir núna Julia Já, en Doppelstein býtum við, sko, platan kemur út samt hún kemur út sko því það var endurpressað Já. eftir slysið Já. þá endurpressað við fáum þetta sent eitthvað og þessi plata er til og henni er dreift Evrópu já, eða samt ekki nógu vel Nei. að því að hún fór undir plötufyrirtæki síðan Já. þannig að þetta kemur ekki út fyrir 2000 og þannig er við, farin að semja nýtt stöf Já. Þarna svona algjörlega 2000-2001 er við farin að semja alls konar nýtt stöf sko. Já. Þannig að þarna erum við byrjaðir að spila tónleikum Nei, býttu nú við hvenær já, það var sérst fyrstu tónleikar með ykkur já, það er 99 frekar nátta þá er sérst mann að 98-99 allavega, þá er sérst mínus byrjaðir eftir spitsæðin alltaf, búin að vinna músiktilunir Já. það er eitthvað smá bára öldugangur bára í rock senu í Reykjavík og þeir fara að grafa upp Forgar helvítis sem hefur ekki verið starfandi í mörg ár Nei.
byggu Selfossi. já. Þeir draga Forgar helvitis, svo hérna Bysund sem Andri Freyr Viðarsson og Birkir Fjalla Viðarsson og Já, svona Bysund. já. Þannig að þetta eitthvað svona undirtóna kvöld, undirtónar, blaðið. Já, það var nú meira blaðið. Já, það var undirtóna um svona gig, það var svona mínus, Bysund, Forgar helvitis og svo reyna að fá okkur. Þegar við höfum aldrei spilað tónleikum. Já, Og vissu að okkur og hérna, Frosti var alltaf tengdur okkur, af því Gummi og Frosti höfðu verið vinnir í mörg ár og einn daginn með þess að 95, Frosti í mínus. Frosti Logason. Núna Frosti. Já. Einn daginn 95 þá mætir Gummi með ungan vin sinn og æfingu upp í bílskur til pappa og sagði, getur við ekki fengið handal sem verið að hinn gítarleikarinn? Ég náttúrulega var ekki til í það. Það var Frosti Logason. Nei. Já. Átti Frosti Loga svona einhvern séns að verða gítarleikari Ja, í Sólstöðum? það kom til tals, já. Já. 1995. Já. Og hérna, en við sem spilum þessu tónleikum og ég á þetta til á vídeo og ljósmyndir, fyrstu tónleikar okkar. Sem og þarna svona tappir komin úr flöskunni. En byrju, og liðsmenn eru þá sömu og er í dag? Nei, Nei, þess að fyrir utan Gumma. já, þarna ég og Gummi og þarna fáið og Halldór fer til að flytja til Ástralíu 97 og Svavar kemur inn í staðinn sem er bassalegarinn í dag. Bassalegarinn, en gítarleikarinn? Já, þegar við fórum á fyrstu tónleika þá hugsaðum við verðum að hafa auka gítarleikara þá fáum við sérst Sæþór. Sæþór heitir hann. Ég kynni Sæþóri 1987 Já. þegar ég flytt hann við Seljaskóla og ég hef búin að þekki hann síðan 87. Já. Og var með hljómsveiti, ég var trommari 93. Okay. Þannig við erum allir úr Seljakörnu. Já. Meira segja Svavar. Okay. Þannig já, þannig þetta er bara hljómsveitin okkar 99 og síðan 2000 þá alltaf bara erum við svona liveband þá þessi sena komin í Reykjavík. Já. Og það enginn að spila black metal í Reykjavík á tónleikum. Nei. Við þóttum svolítið svona öðruvísi en síðan strax svona 2002-2003 þá nennum við ekki þessum það löngu hættir þessu goðafræðidóti og black metal við nennum því ekki við viljum gera eitthvað fest öðruvísi. Já, bara ekki black metal? Nei, við viljum það miklu meira fara í meira explora Joy Division maður kafar í og maður pælir í hvað eru Fields of Nephilim að hlusta á? Ég hef alltaf verið svona hvað voru þessir að hlusta á? Já, tjekkum á því. Þannig ég sá alveg hvað Fields of Nephilim að hlusta á. Það hlusta á Ennio Morricone, það hlusta á Joy Division, það hlusta á Cure, það hlusta á David Bowie og alls konar annað. Við erum svolítið bara að hlusta á það, sko. Ok. Og við erum fættir að leika okkur með downtuna, tjúna niður í D og við erum komnið þetta niður í D, þannig við fættir að tjúna niður í C, leikum okkur svolítið við það og þarna 2002-2003 þá semjum við þetta lag sem heitir Visionary Head og þarna það er á ensku? Já, það eru komnið yfir í ensku og við vorum að prófa það og þarna erum við konur í 19 mínútna lög. Já. Þetta eru stóru black metal óperunar. Og á þessari plötu er lag sem heitir Ritual of Fire, það endaði með að vera 25 mínútur. Þá eru líka konur í sama ég var að heyra með, þú veist, svo introð okkar í þáttunum. Já. Delay bassi. Já. Það er Pink Floyd. Fields of Nephilim, hlusta Pink Floyd. Þeir taka það. Við hlustum á Fields of Nephilim, þannig við erum konur í delay-bassapælingar. Ok. Og meira segja það mikið, ég var að skauta aðeins yfir að þeir erum að gera óta, plötuna, þá reynum við að fá pródúserinn frá Fields of Nephilim, Andy Jackson. Já. Og ég reyni að fá hann. Já. Viltu koma og taka plötu með okkur? Já. Og hann sagði, ég hættir að pródúsera plötur og ég get masterað hana. Þannig við fengum gæinn sem að Andy Jackson fekk Division Bell Grammy-velun hann túraði þá, eða túraði með Pink Floyd og fekk Grammy-velun fyrir Division Bell sem sound engineer eða eitthvað. Já. Hann masteraði óta. Já. Þetta var okkur geðvægt merkilegt að fá Fields of Nephilim producer. Já, til að mastera. Eins og þið með Rolly Mosimann. Já, ég meina við vorum með Rolly Mosimann sem pródúser.
Já, en ef þú veist, þið vildi fá hann út af því að hann hefði gert plötu sem En þið við fíluðu. höfum eins og alltaf notað sama mastering mann alveg bara frá 90s. Það er Háví. Howie Weinberg. Já. Hann hefur náttúrulega frægur svona mastering Já. meistari. Ég hef ekki lengur trú á þessum mastering-dóti. Við vorum síðan með Ted Jensen. Veistu hvað það er? Ted Jensen er alltaf verið kynntast við Sterling mastering í New York. Hann var frægastu fyrir að mastera Hotel California. Fyrir að sölustu plötu allar tíma. Og Ted Jensen er líka frægur fyrir það að sagt fuck you við Metallica. Hann sagði látið nafnið mitt ekki á þessu plötu. Þeir gera svo mikið compression. Við vildum fá hann og við rettum honum og mér stóð með þetta mastering kæftaði. Já, ég veit það ekki. Ég er ekki viss. Sko, ég held að hann hefur nú aldrei gert þetta verra, allavega. Hann Howie. En heldur ekki bara Ívar Bongo að geta gert það sama? Það er ekki víst. Ekki? Nei. Ég trú að Ívar hefði alveg geta gert það sama. Já, en bara allavega, ég held við fáum hann til þess að mastera næstu. Það er frábært. Já. Eða nema hvað, hérna, ok, þarna varstu aðeins að hlaupa út undan þér. Árið er ennþá bara, 2023. Þeir eru komnir með ykkar fyrstu plötu, þið hafið byrjað að spila aðeins live. Já. Ég er einhver staðar sko ef ég tek sjálfa mig inn í þetta, þá er ég kannski þetta leyti að heyra einhvern ávinninga því að þessi hljómsveit sé til. Já. Og þá í sem sagt samhenginu íslensk black metal hljómsveit. Já, því það voru ekki margar sveitir sem komist inn í það mengi. Nei, og mér fannst það athyglisvert og líka því litinu að þetta var ekki útlenskt nafn, þetta var íslenskt nafn, Sólstafir, þetta gat mjög auðveldlega verið íslensk sveitaballahljónsett. Akkurat, sem voru nóg af sem voru heitið Sól. Mér fannst eitthvað skemmtilegt edge við það, þetta væri svona black metal hljónsett. Já. Skemmtilegt. Já, það er sko ákveðin frumleiki þetta. Já, við ætluðum nú að það kom aldrei greina að skýra bandið Satanic Corpse, en Já. á sín tíma, en Það er ágætt að sleppa því bara. Já, við ætluðum reyndir að skýra hljómsveitina Solstice. Já. Því það var band í England síðan Solstice, okkur varst það geggjað. Og svo bara, ætlum að íslenska það. Já. Síðan föttum við það að það var Sólstaða. Já, Sólstaða. Það fannst okkur ekki ná kúl. Þannig að okkur var Sólstafir aðeins þjálla. Já, það er flott nafn. Heyrðu, nema hvað, að hvað þá? Hvað svo? Þið eru að senda, þið eru náttúrulega, þið þurfið nýtt útgáfyrirtæki. Þarna kemur þarna kemur svona vandræðadót. Þarna er lítill áhugi. Ekki ennþá farnir út, við heldum að færum út eftir í blóðu anda, en plötufyrirtæki fara á hausinn. Hérna erum við mikið farið að hanga með Forgari helvítis vinnum okkar. Já. Og þeir eru hérna sveitungar þínir. Forgari helvítis hafði lengi vel æft í Holti 1, sveitamönnum, kjallarum í Holti 1. Já. Það flæddi þar inn kúaskítur og skemmdi mikið, þannig þeir þurftu að flytja sig. Já. Þannig þeir fluttu sig í Gölverubæinn. Já. Þar var Óli Más smíðaði sér finnskan bjálkakofa í Gölverubæ og undir bílskúrtu sínum var rými sem þeir innröstuðu sem hljóðverð. Já. Við áttum enga peninga og það var ekki mikill áhugi erlendis 2003. Nei. Og við gerum díl við Forgarinn, helvítis. Já. Basically, við hefum enga peninga, við erum búin að vera sem plötu, okkur langar að gera díl við okkur, við fáum hann á stúdíu okkar, taka upp 8 grunna, klára 3 lög og reyna að fá samning. Ef við fáum samning, þá getum við borgað, ef ekki, getum við ekki borgað. Þeir sér bara, ekkert mál, frábært, góð díl. Og við gerum það og við gerum 3 lög, promo, nýtt promo. Fyrsta lagið 90 mínútur, annar lagið 8 og hitt lagið 15. Þetta er bara heil plata, 3 laga promo, 45 mínútur promo. Já. Og það vekur svona athygli og þú veist, þetta er frumlegt. Já. Ég farin að syngja aðeins meira í key. Og það ég er búin að kaupa mikið
ég seldi mína fyrstu fasteign 2003 svipaleiti. Hvað er þetta? Ég seldi, Snemma beigist strókurinn. ég átti Ásvallagötu 6 fyrir kæristu minni Já. sem bæði vegi kynnti mig fyrir Bubba Mortens og mamma hennar var dýrkaði tvíhöða. Já, gaman. Kom og sá okkur á Hólmavík, kallar það. Ásdís, Jóns, allavega. Já. Einmitt. Byrju, sorry, sko, þú átt bara íbúð þarna. Já, ég kefti íbúð Ásvallagötu 6 og þegar ég sel hana og þegar við hættum saman, þá er ég með peningun á heftinu mínu. Milljón eða eitthvað og ég bara með þótti svakalega peningu þá. En ég fór í Rín og kefti mig effektapedala. Kefti mig tuner, reverb og delay. Það þótti bara, what? Bara Rolls Royce. Hérna eru farin að semja lög með reverbi og delay. Svo kefti ég líka annað verk sem heitir EBO. Býtu nú við. Veistu ekki hvað EBO er? Nei. Ekki vissu það. Þetta er svona apparat sem situr á strenginn. Þá vípar strengurinn. Já. Electronic bow. Já. Fields of the Nephilim notuðu þetta. Þetta er 80s hljóðfæri, margir nota þetta. Og þetta er svolítið trademark í dag, ég nota EBO mjög mikið. Þú heldur hann á strengnum og þá vípar hann, Já. Þannig að þetta fyrir sem við lögum með EBO, 20 mínúta lög. Og þetta er svolítið svona byrjun á því sem við erum. Þetta er þetta live sveit, sem er löng lög, fullt af reverbi. Við erum ekki að mega því það er engin með 20 mínúta lög til þess að komast í útvarpið. Nei. Og þetta, svona hvað ég segja, eins og þú hlustar á Nói eða eitthvað, sami kablinn í 20 mínútur. Þetta er svona krautrock feelingur trans. Godspeed You Black Emperor, Mogwai, hlustaði mikið á Mogwai. Þú hlustaði á Mogwai? Nei, frá Glasgow. Ef þetta er svona þessi Sigur Rósar heimur, Sigur Rós, með Godspeed You Black Emperor og Mogwai. Þetta, endalaust reverb og delay. Endalausar uppbyggingar til þess að komast að climaxi, sprengingar, endakabli, allir ríð út á hestunum, way bless. Þessar pælingar. Og, svo nefnir það, Sigur Rós, mikil áhrif. Mér finnst það einhver flotta hljómsveit sem hefur verið á þessu plánetu, Þannig að þetta er svolítið konið þangað 2003 og við gerum þetta og fáum samning. Jæja. Fáum samning, ok. Smá saga það. Gegnum vin, þá er okkur boðið að við getum fáum sjens að fljúga sjálfir til Kaupmannahafnar, hitu upp fyrir okkur danska sveit sem er hitu fyrir aðra danska sveit á Loppen í Kristjaníu. Við bara, yes, make! Og köpa flugi sjálfur, borga pítsuna sjálfur og hótelin sjálfur. Fara sjálfur bara í tífúli. Allt. Nema hvað, við gistum á gólfinu, heima hjá vinum okkar, einhverju stúdendablokk. Gólfinum og sofanum. Literally. Og við hittum við fyrir band og svo léleg mæting á tónleikana þegar ákveða að setja okkur síðasta. Við bara, yes, headline set. Hálft tómur salur. En það sem var að vinur okkar Matt, hann fór Englandi, hann var á label í Finnlandi. Og bandið hans var eina non-Finnish bandið á þessu labeli. Það label heitir Spinefarm. Spinefarm var svolítið eins og smekkleysa í Finnlandi. Það er að segja, þetta var svolítið reglívar plötufyrirtæki utan allt finnst. Já. Þannig að við fórum að það, ég ætla ekki að fara fram með mér, þú er búin að kenna mig það. Við förum að það og við erum búin að senda þetta promo fullt af labelum. Engin svör. Þetta 3-laga promo. Engin svör. Nema Matt, vinn minn, sem ég sendi þetta líka á, hann dýrkar þetta. Hann sendir á sinn labelgæja. Matt er í finnskri hljómsveit. Enskri. Já. Hann er breyti, já. Hann sendir sér til Finnland og segir við sinn labelgæja sem heitir Sami Tenets. Segir Sami, þú er að hlusta á þetta og sæna þetta, annars sænar þetta einhver annar. Og Sami, Finni, fíla výrt stöf, hann flýgur til Kaupmannahafnar frá Helsinki til að horfa á okkur, spila fyrsta konsertin okkar erlendis.
og Matt líka hérna frá Englandi. Allavega, við förum í gloppen og við erum töff, ég er með rafsugleru, eins og Fields og Nephilim. Töff. Við erum með hveiti, svörtum fötum, skyrtum, kappóðstígulum, hatta, þú veist, looking like $1 million. Já. Og við erum að spila og geggjum gaman, 20-30 mínútur lög og allir í stuði, bara brennivín, Jack Daniels, Reykja Síkó sviði og bara, þú veist, allur pakkin, full Mounty. Og svo geggjum búið og það er bara ruslaltur endi, bara thank you, good night. Svo kemur Gummi og sparkar í barstróna og hún flýgur út á sviðið og það hendir allir symbolum í burtu og stormar á sviðinu. Töff, byttu nú við. Það ekki? Jú. Töff. Rock and Já, við erum rock and roll bara, alveg. Já. Við stormunni í dressingherbyggi bara, yes, bara, búin að meika. Svo kemur danskur hljóðmaður niður, lokal hljóðmaðurinn. For Satins, man! Verður væri í mikrofónu kostu? Þá var þetta alltaf húsmækarnir, sko. Já. Hann var brjálaður. Hann ætlaði að berja okkur, danski hljóðmaðurinn. Já. En Sami kemur niður og basically sænar okkur á staðnum. Já. Þannig allt þetta vesen og pós, plötusamningur. Já. Þannig við fáum plötusamning á Spine Farm í Finnlandi. Spine Farm. Spine Farm verður síðar, við afgreiðum það mál, keypt af Universal. What í bulli sutti. Ári eftir þetta ævintýri förum við, okkur bóðu að spila á Spine Feast í Helsinki. Já. Og þá, þetta er svona þrep, þá förum við til Finnlands og spilum þar og við erum bara að æfa ógeðslega vel. Lúkkum, allir Finnarnir litu alveg eins út. Hermannaskór, kamoflas, hermannabuxur, finnskur metalbólur, fallegt, sítt hár vel greitt. Allir. Og við mætum bara eins og okkur hottintottar. Rifnum fötum með hveiti, kappúðastífel. Ekki að greiða sér, sko. Nei. Og þannig að þeim fannst við vera weirdos. Og við spilum 20 mínútur lög og alltaf. Og við förum það allir með að heimsækja headquarters hjá Spine Farm. Það drýmdaðir, þú veist, að smekla sig að keypt bara gamalt banka útibú. Þannig að allur katalógurinn, þú veist, þú kemur þetta inn, það er tölvur út allt, plakkút út allt, allir hlusta á þungarokk og við bara, er þetta plötuferðið okkar? Já. Þetta er geðvegt. Wow. Förum niður í bankakælvinguna, segið mér vel ykkur allt sem viljið það. Við komum með 50-70 gestdiska og keft. Já, sem að þeir höfðu gefið út. Já, sem þeir máttu bara velja. Já, ég skil þig. Og þeir voru að dreifa fyrir aðra allt og þess. Þetta var draumurdós. Nema hvað, Universal kaupir þetta, reykur alla. Nei. Í dag er einn starfsmaður hjá Spine Farm í einhverju turni í Helsinki. Allt er ekki. En svo gerist þér allt. Við erum á Spine Farm í 2 plötur. Þið gefið þess út þessa plötu? Þessi plata heitir Masterpiece of Bitterness. Já. Meistarverk biturleikans. Já. 2005, ok. Meistarverk biturleikans. Já. Masterpiece of Bitterness. Og þið gefið síðan út aðra plötu? Á Spine Farm, já. Svo ákveðum við nú, hérna erum við konur aðeins lengra í, sko, ég vil ekki segja nýbylgju, en það sem er regla í Sólstöðum, 500 bönnuð. Já, athyglisvert. Spennandi. Það kemur svolítið frá þinni hljómsveit og Smashing Pumpkins. Já. Það var eitthvað 500 þótti of halló. Já. Það var bannað. Þannig að Sæþór er ógeðslega góður í kortum. Já. Ykkur skrýtni kort. Hann hringir stundum í mig og ég var sem henni í hann kort. Sus ferund, svo fer henni í E minor, aftur upp í Dís ferund. Já. Hann hringir oft í mig svona. Já. Ég er bara, ok. En hann spilar þetta ekki fyrir, heldur, segir bara hvað segir bara, svo fer ég í Sus ferund. Já, ég hef reynt að vernda mig fyrir allir þessari kunnáttu. En hann fór bara FH sín tíma og hann er bara með hana. Og síðan sko þannig að, já, þetta er nú konið lengra, ég nota, hann er með flotta korta og ég er með línur. Já. Ég man alveg, á næstu plötu hlusta ég ekstra mikið á Joy Division. Já. Og hlusta mikið á það síst á Ennio Morricone, ég fann bara hlusta bara á Ennio Morricone. Já. Alls konar svona stöf. Hann er kóngurinn, sko. Þannig við förum í desember 97 til Göteborg. Já.
förum þar í stúdíó sem var svo kallað Vintage Analog Studio 2007 eða ekki? desember, Já, mér heyrðist þú segja 97. já, allavega 2007 Já. förum til Gautaborgar, Já. leigjum þar hljóðveri í mánuð með upptökumann sem Mánuð? heitir Fredrik. Heilan mánuð? Rúma 3 vikur. Wow, og bara lockout? Já. Heyrðu, Lockout, með þar sænskan pródusser? sænskan pródusser. Og hérna, Þetta náttúrulega þykir dálítið fínt. Ég meina, Rammstein, sko, þeir hafa nú yfirleitt bara tekið upp með svíum, sko. Allt þetta, þú veist, þetta iðnar sound, sko, þú fær það bara best. Svíjar eru next level. hjá Svíunum. Það eitthvað við Svía. Já, Þekkið þú ljóstina Sator? ekki getið Nei, nei. Því það var einhver sænskur punk legend sem átti þetta stúdíó, gítarleikarinn Sator. Já, já. En Kent hefðu tekið upp í stúdíói. Yeah. Frábærsveit. Nei. Ætlum að gera næsta aftur Kent. Allavega, við fyrir maður út og þetta er geðveikt. Við bara erum hægt í stúdíónu og svo fyndið, bara í svona ég sendi á Fredrik allt sem þurfum að nota, þurfum að koma með. Ég bara, já, þetta hérna svona gítar, pedala og magnara. Hann sagði, heyrðu, já, þetta er allt til í það. Það er ekki komin eitt. Við bara, nú, frábært. Frábært til okkur. Já. Sem mætum við, ekkert til. Nei. Hvistlas eiginlega Þannig að er það? við vorum með sko einhvern risastóran 1982 átgerða einhvern Yamaha bassamagnara. Ég horfði á hann bara, þetta er aldrei að fara að virka. Hljómaði ekki að þetta. Svo var hann með einhvern 1962 Marshall Plexihaus Jimi Hendrix Anniversary hvítan leður haus. Ég bara, þetta er aldrei að fara að virka. Hljómaði ekki að þetta. Já. Fyndnast var þegar við vorum að tjúna trommunar. Nú er ég að gera grínaði hvað var með fyrirfram myndað skoðanir. Já. Svo er maður rangt fyrir sér. Já. Við vorum að fara að tjúna trommusið. Og það hann fær eitthvað rastafari. Kemur eitthvað gæi bara, svartu gæi með rastafari og bara þetta er geðu eitthvað gæi til að tjúna trommur. Hann fer eitthvað að tjúna bara svo bara bing, 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 bing. Ég alveg, þetta er hræðilegt. Þetta er allt of hátt pizzað. Ég fann að æsa mig. Þetta er allt of, þú ert að eyðileggja lagið. Þú ert að eyðileggja. Og hérna, hann bara, tristu mér. Ég bara, þú veist, ég er með mikla skoðanir. Já. Svo kotið hérna á. Kotið í herbyggið hérna og eittum upptöku og tókum demo og sandaði geðveitt. Það var bara unaðslegst, þannig ég hefði svo rangt fyrir mér, ég hef bara þetta éta tungun á mér. Þarna erum við með sko, hérna erum við þessa plötu, hún er helmingurinn henni samin í THM, hjá Danna Pollock. Já, einmitt, sem nú er búið að eyðileggja alveg. Þannig að þarna voru leikur með orgel og í stúdíónu er alveg Hammond-orgel. Hefur spilað alveg Hammond-orgel? Nei, og mér þykir að leiðilegt fyrirbæri, sko. Mér finnst það frábært. Það var hérna Hammond-orgel þarna. Ég hef aldrei sest við... Vildu þið fara að sounda eins og Jet Black Joe? Var það eitthvað Jet Black Joe eru frábært hljómsveit? Já, ég veit allt um það. Hérna, nei. Við gert þátt um Jet Black. Að ég segja þér hvaðan það kom. Já. Þetta kemur þegar kveikmyndin Englar Alheimsins kemur út. Þá er Sigur Rós að covera Jarðarfarir og dánafregnir. Já. Og það er kafli í því sem að það er svona rólukafli og svo kemur sko sprengingin á leiðinni. Þá heyrir maður að Hammondi fer að snúast og voljúmpedallinn fer að distorta. Það var út af þessu feeling. Ég sagði, ok, þennan feeling verðum að ná. Og þess vegna settum við Hammond-orgelið til þess að kveikja á distorsjónu og allt fyrir að snúast. Ég hafði aldrei, ég held að þetta heyrist kannski í upptökuna, mér leiði þess að ég var á hestbaki á Boeing 747. Við erum einn í stúdíóherbyggi, spila Hammond, rólegt, byggjum spennu, og svo bara kveikir á rotation, alveg milljón, og síðan setur fótinn á pedalinn, og fer að distorta. Þá öskrar það. Já. Það er rosalega feelingur. Ok. Við notum þetta í einu lagi. Og hérna, þetta er sérst platan Köld. Þetta er platan Köld. Og hérna sko hefur ekki verið íslenska í nokkur ár og ég var búinn að syngja þetta lag Köld á ensku. Já. Allt í lagi og síðan segi ég eitthvað eftir ákvæmna. Hérna, ég hef með smá hérna texta sem langar að prófa íslensku. Nú bara að prófa það sko, ekki nota, bara að prófa. Bara að prófa.
og þú veist fyrir viku síðan var ég þóttist ég verið í black metal að öskra þannig allt í einu var að syngja mjög soft ég var mjög spérhættur óöruggur, opinbera mig ég var lélögsöngvari, kunni ekki neitt en ég prófaði þetta syngi eitthvað hérna á íslensku og segi bara, ok, strókum þetta út og strákunum segja, nei þetta er miklu lótara, nei, þetta er glata segi þeir átvóta mig Já. og köld verður að köld og fyrir vikið þá bara verður þetta skemmtilegt lag og vinsælsta lagi plötunar og gaman að spila live og þetta svona gefur okkur aftur svona feeling að semja aftur á íslensku þannig að platan á eftir hún er sérst Svartir sandar með fjöru það sko byrju köld, köld kemur úr 2009 já, 2009 já, einmitt hún er tekin úr 2007 í Svíþjóð Hvað kemur hún svona seint út? Það kemur í desember, það líður hérna heilt ár, það var eitthvað plötufyrirtækja vesen, eitthvað senkanir. Og byrju, þarna er ennþá þetta finska kompani? Já. Það er ekki keypt af Universal fyrir en eftir að köld er komin út? Eftir að hann komin út, já. Einmitt. Já. Og köld, hvað gerir köld fyrir ykkur? Ég hélt aftur, svo lítil mús á hjóli, Já. ég hélt aftur að hann myndi bara meikið bara mæta strax, Já. sem ég gerði ekki. Nei. Það gerir ekki mjög mikið, við förum á eitt túr, fyrsti túrun okkar, Já. á rútu. Já. Þannig að við höfum tekið nokkuð festival, það var Nightliner, mánuður í rútu, Já. það er það sem gerir fyrir okkur, við mætum það, túr með 2 hljóstum, Já. og Evrópu og þá, vekjum athygli, þið erum fyrst frá Íslandi, exotic, þjóðverjavinur okkar, sagði alltaf, þú ætla okkur að vera frá Íslandi. Það er ekkert exotist að vera frá Þýskalandi. Nei. Þannig, bónus, Ísland. Já. Þetta styrkir ykkur í þeirri trú að halda áfram að syngja á íslensku? Já, þarna svolítið mætt, að mæta, og svo þannig lítið verið með flott lúk, skiptir máli, og vera frumlegur, sem vorum, skiptir máli. Þannig við erum vel með þetta allt, sko. Og þarna fyrir að vekja athygli. Syngköld, íslenska smá, og lítið með þessu út, löng lög, mikið reverb, mikið delay. Já. Hljómum ekki eins og neina önnur hljómsveit. Nei. Og þá hérna hrúast inn plötu tilboð. Já. Þannig að 2010, þá getum við valið. Já. Þá erum við að spila á Hole in the Sky í Bergen. Já. þar sem að Sæþór labbaði inn í dressingherbergi á Venom og kláraði allt snakkið þeirra. Hugsaði það? Já. Og þeir eruðu náttúrulega alveg bara Venom. Ég held það. Sko. Já. Sæþór bara... Ekkert snakk fyrir Venom. Nei, Sæþór labbaði orðið inn. Þeir voru með dressingherbergi hliðina á okkur. Já. Og Sæþór kláraði allt snakkið þess. Allavega, þá hittum við þá erum við nokkuð label sem að við veljum. Þannig veljum við franskt fyrirtæki. Já, þetta verða nokkur svona metal-leit. Já, Century Media, Nuclear Blast, Season of Mist og fleiri minni spámenn. Já. Og þarna, já, við völdum þetta því þarna, við erum búin að læra það, við erum að eiga masterana. Ok, og þetta franska fyrirtæki heitir? Þetta er Season of Mist. Já, Season of Mist. Og átt eftir að, fullt af sveitum átt eftir að enda á þeim setna, Já. Við þarna, Season of Mist og þarna erum við að semja, þarna fáum lán, æfingar út næst lausir. Fáum lánað í 3 mánuði, sumari veturinn þarna 2011, 2010, húsnæði hjá Brainpolis. Já. Þeir voru ekki starfandi. Nei. Fengum húsnæði lánað sem eru gömlu sveppa, rækta, klefa, upp í Lambhaga, við hérna Báhás. Já, ok. Og það 3 mánuði og erum allir atvinnulausir. Já. Þannig við semjum, ég hvet alla til að gera þetta sem er í hljómsveit, að prófa þetta og getur þetta. Við mætum á hverjum degi, klukkan 9. Já. Og vorum til 4. Ok. Alla daga, semja tónlist. Svo lokaði leikskólinn klukkan 4, þannig Sæþór fóru svo til strákinn og við hættum. Og þetta var bara skyr og sígarettur. Kaffi.
hverjum degi, að semja tónlist semja sem við sömdum bara á hverjum degi 3 mánuði þannig kemur fjara kemur óvart þarna að því, og hvað svo merkilegt við fórst gaman að augra, þegar við gerðum köldlagið það var svo soft við djókum allir þessi black metal dútar hérna nú þeir yfirgefa okkur sem okkur var svolítið svona kannski voru bara svona fól að reynum að íta þessi fólk í burtu og svo voru sem í fjöru það var svo soft, við bara ert að grínast við getum aldrei gert lag og þetta þetta er bara svo abbað við sem ok, we don't care þetta er flott kölluðum að Eurovision-lagið það var kallað Eurovision-lagið að því við með þess að ákveðum að setja hækkun í það bara svo Bon Jovi það kemur þriði kórusinn 5 hærri við sagðum, hvernig getum við gert það fánulegra við setjum Bon Jovi Living on a Prayer hækkun í þriði kórus sem við hlóum að þetta fánulegt leiðum okkur það og það var stærsta lagið lag sem ég heldum myndi jarða okkur þetta okkur drullu saman þetta sem við þarna og þarna erum við mættir sko í sundlaugina hjá einmitt Sigurrós þarna það er aftur að gera 4 plötur þar sko já þannig hérna gerum við svarta sanda platan Svartir sandar sem er 2-fold plata það var nú bara þegar við sömdum mikið og síðan kom plötufyrirtækja gæinn Michael Barbarian hann segir það við okkur so it's a double album hvað meina so it's a double album við bara já við erum alltaf að einhverju gríni svo það allir alveg rocksveitir sigur hann þurfa að gera 2 plötur Pink Floyd, Guns N' Roses, Nine Inch Nails The Who, allir allar sveitir þurfa að þetta er svona nokkur sko þú þarft að fara í máli hvort hann gefa 2 plötu fara í eitthvað meðferð akkurat við þetta allt eftir strákanir í ham það við nú skoða þetta ok þannig að þetta þarna er fyrir að meira túra þetta er mikið túring við gerum alltaf myndband við fjöru líkista það er þá sko börn náttúrunar inspired já þeir eru dálítið að nota þetta konsept þetta íslensk náttúra ég verð að segja annað þegar við gerum tónlistin svona talar dálítið við hana visualstöf, við gerðum eins neitt á kvöld þá gerum svona visual við fylgðum að hafa ég fór berslið mömmu og fekk ristórt lag og heftaði þau saman og fór á Grand Rock og setti lag á sviðið á Grand Rock fengum projektor, einhvern fótboltaprojektor á Grand Rock sem fórum við og fundum einhver eyðibýli á Suðurlandinu og Sæþór labbaði þar með kappa og þetta er ekki síkó gerðu svona svarthvíta visuala tekið upp á DV-cam og þetta var svona 30 mínútur svo sýndum við þetta yfir síðasta lagið og svo erum við að sýna þetta á Grand Rock það er eitthvað spekingur maður það segist vera kvikmynd að gera maður sem vinnur á Grand Rock og hann kemur og segir okkur þetta er algjört drasl fyrsta lagi það er engin litur í þessu og það gerist ekki neitt nei, þetta er svarthvítar silhuettur þetta er algjört drasl, þetta er ömurlegt þannig við vorum svolítið áður farnir að vinna með að geta haft vídeo á meðan en við gætum ekki gert það mikið af því þannig að fjara hugsaðu bara nú fyrir við bara full retard bara go full retard í náttúru þá erum við búin með það en þetta börn náttúrunar að vera að labba með líkistu allt land sko og Glenn Danzig hafði líka gert myndband sem hann að labba með svona kistu þetta alltaf áður sem hann sagði var ég búin að segja með líkistuna? Nei ég held að það veri hann Nolan Kristofur Nolan? ég held að það veri hann sem sótti á sín tíma fyrir Prometheus og eitthvað kjaftaði að senda Dolly niður Skógafoss eitthvað árabát og gummi þetta var Ridley Scott Ridley Scott fyrir ekki fekk nei, það má ekki ok við fengum hugmynd að þetta var geggjað að senda líkistunni í fossin þannig við smíðum þetta smíðuð Mattias Kristjánsson vinnur okkar og Akureyri smíðaði þess að því þarf að fá 17. aldar western cowboya líkistu hann bara smíðar hana og sendir hana á kerru
og hún er 100 kíló blöyt. Mm. Hún var alltaf blöyt, það búið að draga hana svo mikið. Þetta er þetta sunnudegi, systir mér var að gifta sig í Vík í Mýrdal og við förum að löpa með kistuna upp. Mættu klokkan 7, áður að túristandi koma, þetta er 2011. Þetta er Skógafoss? Já. Já. Löpum með líkkistuna upp drullustegjan. Já. Játstegin var ekki kominn. Sem förum við upp og við ætlum með 2 tökuteymi og drónar voru ekki komnir. Við reyndum að fá dróna, það var mjög erfitt. Það var ekki hægt, fengum hann ekki. Og svo þurfum við að halda á kistunni frá girðingu niður að ánni. Og það er bara snarbratt. Já. Og það þurfum við að halda á kistunni 2 yfir girðinguna til að setja kistunni í ána. Já. Og við erum búin að mánta GoPro-vél ofan á kistuna. Já. Sem er þar með 200 metra línu í flotholt. Já. Til þess að tíni ekki GoPro-ni þegar hún fyrir niður. Já. Pælingar. Úff. Og svo er ég með talstöð og einn tökumæður A og tökumæður B með talstöð. Já. Og svo þarf að láta kistuna fara fram að brúnni og við spurðum ekki hann leyfi. Nei. Og við síðan setjum við kistuna í ána og við ég alveg Hercules is floating, Hercules is floating. Það var orðið okkar með útlenskan direktor. Sem strandar kistan. Nei. Jú. Gummi alveg, fuck! Ég er farin úti. Og ég fer að segja ykkur á bílstrappa og strappa Gumma ykkur á bílstrappa og við girðingastöður. Hann er kominn 30 metra út í ána, 75 metra niður að og svo fer hann á stað og svo strandar hann aftur 15 metrum frá brúnni. Frá brúninni? Á Skógafossi. Wow. Líkista. Og Gumma alveg, fuck, ég farin aftur. Ég sagði, Gummi, ég er ekki að fara að ringja í mömmu þina. Segirðu, getur hvað hérna smá hopp? Og það var ósmásæði. Hann fer á stíflunum og áinni komin upp á læri og lappandi á okkur steinum, haldandi í eitthvað strappa sem fer í girðingastöður og sparkar í helskistuna. Kistan fer fram af. Já. Og GoPro-vélina og finniður og springur í $1.000.000. Já. Kistan. Já. Og við þurftum bara að fara að þrífa þetta, en þetta alltaf, svona var metnaðurinn, að gera myndbönd. Þetta var alvöru metnaður. Ég hitt ykkur, sennilega þetta sumar, þá er þessi plata koma út, þá þið eitthvað að þvælast í, á Hólmavík. Eða var það seinna? Það er seinna, þá erum við að gera myndband á næstu plötu. Já, ég skil ekki. Þá erum við, já. Heyrðu, en þetta er náttúrulega mikið, það má segja að þetta sé svona crossover verk, þetta Svartir sandar, 2-föld plata á nýju kompaníi. Mér finnst eins og við séum komnir dálítið langt inn í þátt. Hvað erum við búin að tala lengi hérna? Við erum 70-80 mínútur. 70-80 mínútur. Ég held að þetta bjóði upp á þátt 2, Það? Já. Ég myndi segja það að við ættum að láta staðan á akkurat á þessum tímapunkti þegar þið eru að gera eitthvað svona fyrstu stóru plötu og halda síðan áfram með feril hljómsveitarinnar. Heldur að hafa eitthvað áhugavert gerst síðan? Já, ég er á því. Ég meira að segja veit það fyrir víst að það hefur ýmislegt stórt og mikið gerst síðan. Já. Heyrðu, þakka þér kærlega fyrir þetta spjall, Albjörn Tryggvason. Mín var ánægðan. Og við erum spenntir í næstu viku. Já, í næstu viku. Ég hlakka til. Geggjað.